Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ferðafólki hefur fjölgað í Austur-Húnavatnssýslum rétt eins og annar staðar á landinu. Í sýslunum eru starfrækt 40 fyrirtæki sem tengjast ferðaþjónustu. Náttúran er stórbrotin víða í sýslunni og í hana sækir ferðafólkið. Þeir eru þá helst að sækja í náttúruna og kyrrðina og eru mikið að spurja eftir þá gönguleiðum sem þeir vilja þá helst að séu merktar á einhvern hátt. En annars er það veiðin. Það er veiðin, hún er töluvert stór hér þó hún virki ekki alltaf áberandi í samfélaginu og hér koma menn að skoða fugla vegna þess að við erum með næst stærsta straumandastofn í Evrópu hjá okkur og já, bara komast í ró og kyrrð. Það er oft talað að fugla áhuga fólk sé líka mikið í ljósmyndun. Vissulega og þetta fólk er náttúrulega með alveg óbúslega græjur með sér og stoppar lengi og það viljum við. Við viljum fá fólk sem er að dvelja lengur. Við erum að kljást aðeins við það að hér er fólk að koma, stoppa eina nótt og halda áfram og það er svona bilinu 80-90% sem eru í þeim ferðahugleiðingum. En hvað með gisti framboð, er það nægt á svæðinu? Gisti framboð er bara nokkuð gott, en rýmin eru sjálfsögðu mestu leyti svona lítil. Þetta er mikið svona eins og með Airbnb og þannig gistiheimili, en við erum að sjálfsögðu með hótelin. En það þyrfti kannski eitt sem að það gæti tekið á móti rútum. Þannig að... Já, eitt sem væri nægilega stórt. Já. Og gæti búið upp á eins gistingu fyrir fulla rútu. En þessi gististaði sem eru til staðar, er heilsársgistingu að finna í sýslunni? Já, hann er að finna víða í sýslunni. Bæði það er heilsárshótel upp á Húnavöllum, Hótel Blanda er heilsárshótel, það er heilsársgisting út á Skagaströnd og alls staðar hér í sveitunum í kring. Þannig að það er ekkert vandamáli í raun? Nei, alls ekki. Alls ekki. Og gistiheimili líka hérna bæði innan bæjar og utan. Þau eru mörg hver opin allan ársins ring. En þið hafið vantarlega hugsað eitthvað fram í tíman. Hvernig er hægt að fara að því að fjölga ferðamönnum? Að fjölga ferðamönnum hér er kannski ekki það sem er verið að leitast eftir, en það er aðalega að fá það til að stoppa. Fá það til að stoppa og þá er það kannski helst afþreyingin sem er að vanta hérna á þessu svæði. Þó svo að það sé nokkur afþreying, en hún er töluvert dreifð. Þannig að þið eru í raun og veru ekkert sérstaklega að leita eftir massa túrisma, það er heldur að gera vel við þá sem að koma. Algjörlega, frekar að hafa gæði, frekar en fjölda, sko. Hvað heyrist ykkur á ferðamönnum sem að koma hingað? Eru þeir ánægðir? Já, mjög svo. Og þeir tala allir það hvað sé ótrúlega mikið þögn og ég til dæmis sem mikið spurði því hvernig getur verið í allir þessari þögn. Og ég spyr bara, finnst þér þetta ekki frábært? Og svarið er alltaf jú. En það er náttúrulega bara svo margt sem hægt er að bjóða upp á fyrir fólk sem að þarf ekki að vera flókið vegna þess að til dæmis er hægt að fara bara á bát rétt út fyrir bryggjuna. Þú þarft ekki að fara út á miðin og þá ert að sjá hrefnur, þú ert að sjá seli, þú ert að sjá bullandi fuglalíf. Þetta er bara dásemdin ein og þetta er algjörlega vannýtt auð lind. Þið gerðu nýverið könnun þar sem að meðal annars var spurt út í afstöðu heima fólks til ferðamennsku. Hvað kom út úr þeirri könnun? Herði, það var nú bara ýmislegt, en alla jafna þá er fólk ánægt með ferðaþjónustuna á svæðinu, en þau taka einmitt fram þetta að það þurfa að stoppa ferðamenn og vanti afþreyingu, eitthvað fyrir þau til þess að gera. Og samvinnu. Já, og samvinnu. Já, hvernig gengur það einmitt að leiða ferðaþjónustu fyrirtækin saman? Það er nú oft á tíðum talað að það sé svolítið slagur á milli þeirra. Ég hef nú ekki séð mikinn slag eða þeir lætin hafa minkað, við getum haft það þannig. En það gengur bara óskaplega misvel vegna þess að þetta náttúrulega er mikið einyrkjar og það er hver í sínu horni og hefur ekki tíma og svona, en vissulega má betur gera og það mun betur. En er það ekki einmitt lykillinn fyrir því allt saman gangi vel? Það er að fyrirtækin einmitt starfi saman? Jú, það er þannig og við erum að reyna að efla það. En að sjálfsögðu tekur það bara allt sinn tíma.
Hvað heyrist ykkur svona á þeir sem þið talið við, bókanir fyrir næsta sumar og svo framvegs, eru fyrirtæki að sjá fram á jafnvel aukningu? Ekki kannski aukningu, en ég held að þetta komi til með allavega að minnka ekki. Ég hef svona heyrt á fólki bæði líka bara í sýslunum í kring, að til dæmis í sumar stóðst ekki væntingar, en það er náttúrulega búið að spá þessu upp úr öllu valdi. En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta getur ekki endalaust vaxið og vaxið. Við erum náttúrulega komin á ákveðin stað í kurvinu og nú væri gott að halda sig þar. En ferðaþjónustan í Austur-Húnavatnssýslu, þetta er í það minnsta vaxandi atvinnugrein? Vissulega. Og já, allavega þeir sem eru í þessu, þeir horfa fram á veginn og það ég veit ekki neitt sem að fara að skellilega svo hætta. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.